Þetta er verkefni 13, multilevel list á blaðsíðu C18. Ég ætla að taka síðu 1 og sýna ykkur hvernig á að vinna stigskiptan lista. Þið setjið listan í blokk, textan hérna fyrir neðan fyrirsögnina og á homeflipa þá veljið þið hér multilevel list. Sjáu það hér, hérna. Við ýtum á örina niður og við veljum útlit og við ætlum að velja þetta útlit á síðu 1. Við þarfum að fara aftur í þetta þegar þetta svona. Þá kemur allur textinn á fyrsta þrepi og í bókinni stendur að þið eiga að fara aftur í örina niður hérna hjá multilevel list og define new multilevel list. Þá sjáum við hvernig táknin eru á fyrsta, öðru, þriðja og svo framvegis þrepunum og við ætlum að breyta inndrættinum, við ætlum að hafa 0,8 aðeins meira bil hér á milli. Þannig að við förum hér í set all levels og við hækkum þetta upp í 0,8. Við hreyfum ekkert við fyrsta þrepinu, það á bara að vera hér en öll önnur þrep eiga að dragast inn 0,8 cm. Svo segið þið OK. Og síðan þurfum við að fara í línuna og smetla hér á Increase Indent hnappinn. Sjáðu hann hér, hennar hér. Og ef þið smetlið hér einu sinni þá færist þetta inn 1 þrep. Ef þið ætlið að færa inn 2 þrep þá smetlið þið tvisvar og svo framvegis. Ef þið ýtið of oft á inndráttinn þá getið þið farið tilbaka hér og þetta á að vera svona. Svo kemur kartöflubrauð, það er inndregið og kartöflupasta. Annað er ekki inndregið en við ætlum að setja textan í blokk og hafa 3 punkta á undan og 3 punkta á eftir. Þannig að við tökum textan hér og förum í paragraf og veljum hér skrifum 3 og þið þurfið að muna eftir að taka hakið af. Don't add space between paragraph of the same style. Alveg eins og í þrepaskiptu verkefnum sem voru með svona þrepaskipt númer eða áherslumerki að það þarf að taka hakið af og OK. Þá kemur bil hér. Við ætlum að setja först síðuskil á undan síðu 2 pappír. Þá eruð þið með bendilinn fyrir framan orðið pappír og ýtið á Ctrl og Enter samtímis. Og þá eigið að sjá hérna, ef þið eru með táknin sýnileg, það er þægilegra að hafa þau alltaf sýnileg, þá sjáum þið hér page break. Og þið vinnið síðu 2 á sama hátt og styðjist við leiðbeiningarnar sem eru við síðu 1. Og það sama er efnisyfirlitið og upptalninguna. Þetta er á 4 síðum verkefnið.